Það kom nokkru sinni fyrir þegar vorum að fljúga til Akureyrar á Rapidunum og Grummanunum að það þurfti að kveikja ljós á brautunum svo við rötuðum inn á Melgerðismelana og jável þegar vorum að lenda Grummanunum á sjónum þá þurfti heilmikið batteri til að ná í bát og blís og allt svoleiðis. Þetta var alveg. Það kom fyrir. Já, ef það fyrst ljósin kveikt, ég man eftir því að það bílaði Douglas hjá flugfélaginu sem átti að fara norður á Akureyri. Það var nefnt á Melgerðismelana. Og þá koma þetta sjómenn, 7-8 sjómenn yfir til loftliða og spurja hvort að við getum ekki flogið með á norður á Akureyri. Þessi skipsráðum. Og Alfred Eliasson, hann var nú flugrekstrarstjóri, hann bað mig að fara á Hanssonunum og vera þá bara yfir nóttina á Akureyri. Þetta var að hausti til í svona suðvestan Hraklanda og það var hægt að stælast þarna norður og komast niður í Eyjafjörðinn og þá var farið að skyggja það mikið og snjóföll yfir öllu og á melunum, þessi Melgerðismelum, að það var dálítið erfitt að átta sig hvernig brautirnar lágu þarna. Þetta var ekki með einn braut. Svo ég bað að kveikja brautarljósin og þá sé að að flugfélag Íslands eigi þessi brautar og svo þau voru ekki kveikt. Ég þarna gati ekki verið að rífast við þau, sko. Ég var annarkvort að gera eitthvað, sko, og verða ekki bensínlaus að bíða eftir að þeir reyðist að kveikja ljósin. Og ég var að snúa við og fara söður. Þú segir ekki? Til þetta ykkur, jú. Já, það var hart í þessu. Hörðsamkeppni. Hörðsamkeppni. Það sem að háði okkur mest þarna í sambandi veður, hvort það var í ísingu og þrumuský og annað, að vera alltaf radarlaus. Við vissum aldrei neitt hvað var framundan, hvort við vorum að komast útur í eða fara inn annað en þá verra. Það var rétt. Það var sem að háði okkur mest og það var mikill, bara bilding þegar radarinn kom. Og ég tala nú eftir þegar maður var komin á þotuna og gæti farið upp fyrir allt saman. Næstum því. Algjör bylting. Skulum við segja. Einu sinni urðum við það bil 3 tímum á eftir flugáætlun frá Gandir hingað til Reykjavíkur. Pældu í því. Nei, á þess að fara meira út í þá sálma hvað þetta veður og ísing gat verið alvarleg að það sýndi sig best ef við Magnús lentum í því hérna árið lentum á Vatnajökli. Það var út af ísing og óveðri bara. Já, þegar að loftleiðir stofnuðu Cargolux og ákveða að breyta monsónum sem þau kalluðu aftur í fraktvélar og þá byrjuðum við að fljúga frakt frá Luxemburg og svo víða frá Evrópu og þá til Austurlanda fjær og þar á meðal til Írak og þá var oftast nær flogið þarna yfir Sýrland og svo yfir Írak og vorum að leiðinni til Abadan í Íran með eitthvað svona general cargo svo að kalla það, ég vissi nú ekki hvað það var var eitthvað fyrir generalin þannig en við köllum upp þarna, við vildum stytta okkur leið og fá að fljúga yfir Írak og fengum flugheimild frá Ankara í Tyrklandi eins og við gætum flogið þessa leið til Abadan í Íran. Nú þetta flugið gekk ágætlega og förum yfir Sýrland og þegar við komum yfir Írak að þá kallað í okkur og sagt að við höfum enga flugheimild til þess að fljúga yfir þetta land og við verðum að lenda í Bagdad þegar án tafar
og ég sagði að við hefðum fengið flugheimild frá Ankara í Tyrklandi að fljúga þessa leið og þá sögðu þeir að já, þú hefur fengið ATC clearance en þú hefur ekki diplomatic clearance til að fljúga yfir þetta land og þú verður að lenda strax. Og mér leist nú bara ekkert á þetta því að það sem voru með í farangrunum var eitthvað fyrir herinn í Íran og það var nokkið góð vinskapur þarna á milli þjóðana og það var bara tímaspursmál hvernig það myndi lenda saman. Þeir lendu saman nokkrum bara mánuðum seinna og leist ekki á þetta og spurði siglingafræðingi Jón Óttar hvað tekur okkur langan tíma að komast inn yfir landamæri yfir til Íran og hann reiknar þetta út í snatri og segir að það tekur 15 mínútur og þá bara skjótum við á það og svo bara gáum við inn og tókum stefnuna beint yfir á Íran og við erum búin að fljúga svona í 10 mínútur til að 10-15 mínútur að þá hnippti í öxlina á mér og bent út til hliðargluggann og þá sé ég bara orustu véltara bara alveg upp við hliðina og þær voru 2 hvoru megin og við bara sáum vel flugmennina þeir voru svo nálægt og mér leist ekki á þetta, nú þetta búið Ég var nú hissa að það skyldi vera komnar að snemma, ég bjóst við að miggarnir frá Bagdad, þeir myndu minnst að vera 20-25 mínútur að ná okkur. En svo fyrir ég aðtúa þetta, þá sé að þetta eru Pantone-vélar, þetta ekki mygg, rússneskar. Og þá eru þetta íranskar vélar frá Íran og þá hafðu þeir heyrt samskiptin okkar við Bagdad. Og þeir bara komu þarna og fylgdu okkur þar sem eftir var alveg þangað til við lentum bara í Teheran, við snerum við og fórum þangað og lentum þar. Svo við sluppum þarna við skrekkinn í þeim túr. En svona kom þetta oft fyrir að maður hafði ekki flugheimildir yfir lönd og annað, þá fekk maður alls konar skammir og voru neyddir til að lenda á einhverjum stöðum sem átti alls ekki að koma á.